Fjöllin hafa vakað lag sem allir gítarleikarar þurfa að kunna. Ég ætla að sýna ykkur nokkrar aðferðir við að spila þetta lag og við byrjum á einföldustu aðferðinni. Það að spila aðal riffið á einn streng, djúpa E-strenginn, 7. streng. Þetta einfaldasta útgáfan og við byrjum að spila 8 sinnum á opinn E-streng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og förum svo upp á 8. band, einfalt að muna þetta og teljum upp í 4. 1, 2, 3, 4 og 7. band. 1, 2, 3, 4. Ok, eins og enn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Svo fyrir við niður á 5. band og teljum. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Þá erum við á 7. bandi. Og upp á 8. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Og 10. band. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Og 11. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok. Eins og enn. Svo gaman að spila þetta með svokölluðum krafthljómum eða power chords, rockhljómum. Og þá getum við spilað þetta þannig að við erum með opinn E-strenginn og við erum með fyrsta putta á öðru bandi á A-streng. Það B-nóta sem 5 út frá E. Og rockhljómurinn eða power chord alltaf grunnnóta á 5. Þannig að við spilum. Förum svo upp á 8. band, alveg eins og áðan. Og reglan bara svo að við höfum 1 bil á milli og erum svo á strengnum fyrir neðan. Þannig að við myndum bara þessi 2 strengir, E-strengur og A-strengur, 1 bil á milli og á A-strengnum erum við fyrir neðan. Þannig erum við komið með örlítið stærri hljóm, ekki satt. Mér finnst þægilegast að nota 4. putta, þið megið nota 3. putta, þið megið nota 2. putta, bara hvað ykkur finnst þægilegast. Svo fyrir við niður á 5. band og aftur sama regla. Mér finnst rosalega flott að þegar ég fyrir upp á 11. band að halda samt 5-undinni út frá D, sem að vera með litla putta á 12. bandi. En auðvitað megum við fara bara upp á, þannig við séum með 11 og 13. En þegar við erum komin upp á 10. band og með litla putta á 12. bandi á A-streng, þá fáum við svolítið flottan hljóm. Svo getum við að sjálfsögðu nota sömu aðferð með rockhljómana með því að spila út frá E-streng og yfir á A-streng. Og ég ætla að sýna ykkur hvernig við gerum það. Þið tókuð eftir því að þegar ég komin upp á 5. band hérna, sem D-nótan, þá notaði ég bara sömu aðferð eins og áðan. Ég setti löngutöngina hér til þess að fá þetta fallega sound, fallega hljóm. Enn ein aðferðin að nota bara hreinlega hljóma, stóra hljóma með grunnnótu 3. og 5. Og þá byrjum við á E-moll.
C-dúr, B-dúr. Ég spila B-dúr mjög oft svona, en þetta auðvitað annar möguleiki. Þetta A-dúr gripið, nema við þurfum að vera með bassan á öðru bandi, B-nótu, þannig að við tökum þvergrip. Annar möguleiki væri að taka, ekki satt. Svo förum við í A-mól. Ýmsir möguleikar. Prófum aftur. Annar möguleiki væri ekki satt. Auðvelt. Gangi ykkur vel að spila. Það tengill í lýsingu á vídeóinu þar sem þið getið fundið riffið, gítarlínuna í tabs og texti með hljómum. Gangi ykkur vel. Ítið á like, takkan, subscribe vídeóið og spilið á gítarinn. Rock and roll.